Hvernig virkar blóðrásarkerfið í okkur? Við skulum kíkja aðeins á þetta. Hjartað svolítið miðjan í blóðrásarkerfinu okkar. Hjartað dæla sem dælir blóðinu út. Og hjartað dælir blóðinu út líkamann, út í hendur og fingur, út í tær og fætur, út í meltingafæruna, út allan líkamann. Það gert með slagæðum. Þegar við finnum púls, annarkvort í hálsinum eða hérna á hendinni, þá erum við að finna fyrir slagæðunum, því að slagæðunar halda áfram að ýta blóðinu áfram. Það örfínir vöðvar í slagæðunum sem ýta blóðinu áfram. Þegar blóði kemur út í æðarnar sem eru í líffærunum, hvort sem það vöðvi eða meltingafærin eða hvað það heitir, eru örfínar æðar sem heita háræðar. Þar fara næringarefnin út í, og ég ætla að tala súrefnið á eftir, síðan fer blóðið tilbaka til hjartans með svokölluðum bláæðum. Bláæðarnir ekki með neina vöðva, heldur eru það vöðvarnir okkar sem ýta þeim áfram. Þetta það sem við köllum stóra hringrásin. Hún nær til allra líffæra líkamans, upp í heila, niður í tær, út allt. Í háræðunum súrefni að fara út í líffærin en koltvíoxíð, CO2, að fara tilbaka. Það kom súrefnisríkt blóð hingað, súrefni verður eftir en koltvíoxíð sem úrgangsefni og þarf að losa út, fer tilbaka. Þegar blóðið kemur aftur til hjartans, þá fer það reyndar í hinn helminginn á hjartanu og fer svo aftur með slagæðum til lungnanna. Og þar eru háræðar líka utan svo kallar lungnablöðrur og þar fer súrefni í blóðið en koltvíoxíð út. Og svo fer það aftur með bláæðum tilbaka. Þannig gengur þetta hring eftir hring eftir hring. Til lungnanna sækja súrefnið skilið eftir í líffærunum, aftur tilbaka með koltvíoxíð sem skilað út að sækja súrefni. Svona gengur þetta hring eftir hring. Þetta kallað litla hringrásin.